Það þessi titilbardagi og aðalbardagi kvöldsins setur ekstra mikla press á mig að standa mig vel og aðalega bara að gefa góðan bardaga svona að þetta verði skemmtilegt fyrir áhorfendur. Ég er mest að einbeita mér fyrir þennan bardaga að laga eins og alltaf á fínbúsamaður þar sem maður er sterkur í og lagar og vinnur vel í því sem maður er veikari. Ég er búinn að ná miklum árangri núna á seinustu vikum og bara mjög ánægður með hvernig ég stend í dag og hlakka til að spreyta mig á því. Það helsta sem ég lærði af seinasta bardaga er nú aðalega það að ég virðist alveg geta tekið högg alveg slatta þeim ég vekk alveg með hellinga góðum höggum hana sem ég vekk ekki mikið á, sem beit ekki mikið á mig. Og það er gaman að hvað ég náði í seinasta bardaga allavega að stjórna svolítið ferðinni ég veit að reyna á mig niður mikið en hætti fljótlega að eitthvað að reyna að pæla í því að ég var refsanum fyrir það. Nú, alltaf þegar maður fær bardaga, þá fær maður að sjá eitthvað af andstæðingnum og maður reynir að vera ekki að kíkja allt og pæla allt og mikið í því. En ég er búinn að skoða eins og þennan, sá einhverju 4 bardaga með honum og fínt að vita hvort þessi örvhentur eða hvers konar maður þetta er, hvers konar hvernig hann virkar, hvort hann sé meira kýla að sparka eða glímukall eða eitthvað. Annars reynir maður að pæla bara sem minnst í andstæðingnum fyrir bardagann. Þessi pakki að vera að fara að berjast, að vera að mæta andstæðingi inn í búri og vera að berjast fyrir framan 1000 manna og enn fleiri hérna heima sem er að fylgjast með. Þetta er alveg rosalega blendna tilfinningar. Maður er auðvitað rosalega spenntur fyrir að vera að fara að fá að berjast og þetta er það sem maður elskar og lifir fyrir. Og upp á móti þá er alltaf líka einhver kvíði og ótti fyrir því að andstæðingurinn sé betur en maður sjálfur eða maður sé eitthvað fara að mistakast eða eitthvað svona. Og maður þarf svo mikið að hafa stjórn á sér, vera slakur og rólegur og bara til að standa sig sem best þegar maður getur.